sæl og verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Í Kaffikrókum fyrirtækja all land eru ræddar áskoranir í rekstrinum og hér ætlum við að ræða nokkrar áskoranir og tækifæri í rekstri lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Eins og þeim lýst í nýrri skýrslu Reykjavík Economics sem var unnin fyrir Íslandsbanka. Gesturinn í Kaffikróknum í dag Magnús Árni Skúlason sem hagfræðingur, framkvæmdastjóri Reykjavík Economics og eitt skýrslu höfunda. Vertu velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér. Okkur fannst alveg tilvæglega að ræða þessa skýrslu sem að koma út bara hvað í dag? Jú, hún kemur út í dag. Maður kynnt á miðvikudaginn var fyrir viðskiptavinum bankans fyrir fullu húsi. Já, það náttúrulega Já. Þetta var alveg réðskjaldi. Já, við höfum þetta bara með. Já, höfum þetta bara með. Yfirgnefandi meirihluti félagsmanna í félagi atvinnurekenda náttúrulega lítil og meðalstór fyrirtæki, þannig að við sýnum þeirra málum mikinn áhuga. Og byrjum á að tala eitt punkt í skýrslunni sem ég staldraði við, að þið talið fjórðu vakt stjórnenda og eigenda fyrirtækja. Þeir eru ekki bara á sínum 3 vöktum í vinnu og einkalífi, fyrir sig og fjölskylduna, heldur eru þeir á fjórðu vaktinni fyrir ríkið. Hvað meinið þið þarna? Það náttúrulega bara eins og nýja reglur, við getum til dæmis tekið dæmi nýsett kílómetragjöld, þar þurft að setja heilmikinn mannskap í það að fara að mynda alltaf segjum bara bílalugur eða bílasölur, bifrað umboð, þannig þurft að bæta við mannskap, bæta við kerfi og mjög slitt annað, það eins og það hefur ekki verið reiknaður út sá kostnaður sem að fylgdi slíkri breytingu. Ég tek nú fram að ég mjög fylgjandi nýsköpun, en mér finnst að nýsköpun hefur nú opinbert að vera svona, en alltaf vera bara að sjá hvernig þetta reynist við öðrum löndum áður en þeir gera þetta, og ég óttast að þetta endur með því að það verði eitthvað endurreisn bifreiða eftirlits ríkisins í raun og veru. Þannig að verður svona einhvern þversögn. Annað dæmi eru alls konar innviðagjöld, álögur á ferðaþjónustu, taka saman upplýsingar, en ég verð þó að hrósa skatturum og skattyfirvöldum að þau skatturinn hefur verið mjög framalega í stafrænni þróun og vonandi heldur það bara áfram, þannig að það verði einfaldara og ég bara fagna mér nú. Við hjá FA höfum árum saman gagnrýnt þessa tilhneigingu að þyngja regluverkið smátt og smátt, bæta mitt eins og þú segir, alltaf fleiri og fleiri skildum á fyrirtækin og ágætt á nefndir kílómetragjaldið, það nú 42.000 manns að minnstakosti brjálæður til því voru að senda fjármálaráðherranum undirskriftarskjal og okkar félagsmenn ekki hrifnir. Þegar ég fór og hitti þingnefndina út af þessu máli þá benti ég þeim á að áhrifamatið í frumvarpinu sneri allt bara stofnunum ríkisins. Hvað málið kostaði fyrir þær, hvort að þetta fjárfesti einhverju kerfi og svo framvegis. En það var ekkert það hvað fyrirtækin þyrfti að gera og eins og þú segir, nú þurfa allir farmflytjendur, bílalegur, skoðunarstofur að lesa á kílómetramæla og skila en upplýsingum og vera með einhver kerfi til þess. Ég fór daginn með bílinn minn í skoðun og spurði hvað þetta kostaði mig og þau sagði, já við rukkuðum 1.000 kall en keppinauturinn rukkaði 1.700 kall. Og engin tilraun gerð í frumvarpinu til að nálgast þennan kostnað fyrir fyrirtæki og þetta sjáum við aftur og aftur og aftur. Getur þetta endað einhvern veginn öðruvísi en illa þegar þetta bætist alltaf upp og stjórnmálamennir og embættismennir sem að vinna við að setja reglunar virðast ekki einu sinni vita hvaða áhrif þær hafa. Já, sérstaklega, við erum að horfa lítil og ég vil örfyrirtæki. Kannski bara meðalstór fyrirtæki sem flestar bílalegur eru og það var alltaf að vera að bæta við einu starfsmanni. Segjum að hann kosti 10 milljónur á ári með launatungum gjöldum, þá lækkar í raun og veru hagnaði fyrirtæki sem þá uppbæð, 20% af því tekjuskattur til ríkissjóðs, 2 milljónir þó tap fyrir ríkissjóð. Það ekkert skoðað í raun og veru, bæði áhrifunum fyrirtækin, kostnaðaraukinn, viðbótar stressfaktor og ýmislegt annað og kostnaður í kerfin, þannig eru bara að tala mannskap. Tala einhverja, segjum bara bílalegu sem með kannski nokkur hundruð bíla og þá er þetta alltaf, þá þarf að ráða eitthvað í þetta. Það þarf einhver að gera þetta. Það er ekki hægt að bæta því á annað starfsfólk, en það er svona það er sammála því að ríkið þarf og þá löggjafinn að gæta þess og kannski þingið náttúrulega vanbúið að biðja rannsóknir eins og bara fyrirtækjum eins og okkar eða öðrum ráðgjafafyrirtækjum áhrif lagasetningar eða þetta á almenning og fyrirtæki eins og við erum að ræða hér. Þannig
það þarf aðeins að breyta hugsunarhættinum, sko. Það er ekki alltaf hægt að segja, sko, fyrirtækin geta bara tekið við kostnaðinn. Það er ekki verið þetta, við erum annað, þar sem við erum að tala árlegarvandann. Það er nú ekki sérstaklega spennandi fyrir ungt fólk að fara að reka smáfyrirtæki eða fyrirtæki foreldra sinna þegar sjá að þau eru alltaf helgar sveitt í einhverju skrifir, sko. Einhverju skýrsluskilum. Já, þið ræðið það aðeins í skýrslunni að hvað er ekki 2/3 stjórnenda í þessum minn- og meðalstóru fyrirtækjum yfir 56 ára. Nei, yfir 46 ára, þriðjungur svona yfir 56 ára, það er eitthvað í öllu viðskiptahagkerfinu. Það er viðskiptahagkerfi skilgrein sem öll fyrirtæki fyrir utan fjármálafyrirtæki og vátryggingafyrirtæki. Og þetta hefur verið svona trend, ekki bara hér á landi. Skoðum skýrslu frá Þýska þróunarbankanum, KFF-bankanum. Þá er þetta þróun sem þessi staði lík í Þýskalandi. Eldri stjórnendur eru kannski búin að koma rekstrunum ágætlega í gott horf og eru kannski ekki að fara þá í fjárfestingur og nýjungum eða nýjum viðskiptatækifærum sem ungt fólk myndi kannski gera í meira mæli. Alltaf undantekningar á þessu, við sem eldri stjórnendur á Íslandi eru að byggja hótel og veit ekki hvað og alls konar starfsemi, en svona almennt séð þegar menn eru komnir svona á græna grein af hverju verið að rugga bátnum. Meðan að kannski yngra fólk myndi komið nýjar hugmyndir. Þetta er eitt, sko, þá vandi til hagvaxtar til framtíðar og þýski yfirvöld hafa þess áhyggjur af þessu Þýskalandi og efnahagur Þýskaland sem mikið verið til umræðu í alþjóðlegum fjölmiðlum. Og þetta er eitthvað sem þið sjáu þegar þið eru að greina atvinnulífið, stjórnendur eru að eldast. Já, þetta er bara tölur sem við fáum frá Hagstofu Íslands og þetta var nú hugmynd sem kom innan úr Íslandsbanka bara því að fólk sem er búið að vera í bankakerfinu þar í 2 áratugi og sér bara sína viðskiptamenn eldast. Það er svona gráhærið eins og við. Þannig að það sést bara. En þetta er kannski ekki ágjörn en það kannski fara að huga því líka með tilliti til samkeppnisregluna. Maður heyrir oft, þegar maður talar við tölum alltaf við fyrirtæki líka til þess að reyna að afla upplýsinga. Og þá segir maður nennir alltaf standi í einhverju samruna viðræði með einhverju, það tekur fyrir allt í lögfræðingu út af samkeppniseftirlitinu og svo framvegis, þannig og já, börnin vil ekki taka við þessu og þetta er ekkert sér íslenskt fyrirbrigði, sko. Þannig að þetta er eina af þessu, sko, og líka þessi launasamkeppni sem á sér staðið hið opinbera á fundurum upp í Íslandsbanka. Þá stóð upp maður með spurningu og hann sagðist nú vera með stórt fyrirtæki og hann sagðist verið í vandræðum að ná í starfsfólk vegna þess að hið opinbera byði betur. Ekki bara grunni launa, heldur líka vinnutíma og aðstöðu. Tölum aðeins áfram hérna regluverkið, sko, gullhúðuna Evrópureglna hefur nú verið mikið til umfyllunar. Það er að segja að íslensk stjórnvöld bæta við Evrópureglunar sem mörgum þykja nú alveg nógu flóknar sér íslenskum kvöðum. Undanfarið hefur verið til umfyllunar í mokkanum, mál sem að við höfum verið að keyra á samt fleiri samtökum í atvinnulífinu sem er þessi gullhúðun á reglum peningaþætti, lagðar skyldur á til dæmis bíla og vélasala, raftækjasala, lánamiðlara og fleiri að reyni hafa mjög mikið eftirlit með sínum viðskiptavinum sem er bæði tvíverknaður því að bankarnir gera það líka og eitthvað sem að sambærileg fyrirtæki í nágrannalöndunum þurfa ekki að gera. Er þetta ekki eitt af því sem að þið sjáu líka að minna og meðalstór fyrirtæki að glíma við einhverja svona skyldur sem eru í rauninni óþarfi? Já, ég vil sko segja, sko, reglurnar er settar því að það er einhverja ástæðu fyrir því, en menn geta kannski verið kaþólskar en páinn í þessu, jável kaþólskar heldur en Evrópusambandi sjálft. Og auðvitað þurfa stjórnmálamenn að huga að sérstaklega ef stjórnvöldur búin að leggja fram fína atvinnustefnu og auðvitað þarf að huga því líka hvernig á einfalda regluverk, hvernig á að auka samkeppnishæfni fyrirtækjana og ef það er hægt að gera það með minniháttar breytingum á þess að það fara allt í kaf þá ásálsögðu gera það og það á að eins og í þessu dæmi með bílainflytjenduna þetta er náttúrulega fólk, kannski eldra fólk hefur kannski treysti fjármálakerfinu ekki eins og það gerði áður út af hruninu og er kannski með einhverja peninga í dýnunni og kemur síðan alltaf að kaupa sér bíl og kemur kannski með 2 milljónir í reiðufé og þá bara fer alltaf annan endan. Já, sko, það er tilkynningarskylt allstaðar, en hér er henni búið að gera bara öll viðskipt með bíla og vélar og annars líkt tilkynningarskylt. Það var ekki bara einhver. Ef þetta vesli bíkó og kemur með meir en 50.000 krónur í reiðufé þá fara allar bjöllur að hringja.
En mér langar að ræða þetta aðeins í samhengi við mál sem að þið nefnið í skýrslunni. Að sko samkvæmt íslenskum skilgreiningum þá eru 78% fyrirtæki í landinu örfyrirtæki og lítilfyrirtæki, 15% teljast vera meðalstór og þá eru eftir 6% sem eru stórfyrirtæki. Já, sem eru 1000 fyrirtæki. Samkvæmt þessari séríslensku skilgreiningu. Já. Ef við hins vegar værum að nota sko skilgreiningu Evrópusambandsins, þá væru ekki nema 65 fyrirtæki á Íslandi sem teldust vera stór. Já, og sem eru sko 0,26% fyrirtækja í landinu en meðalstóru fyrirtækin væri þá 6% og 93% örfyrirtæki. Og sko mér hefur gegnum tíðina sýnst þegar er verið að innleiða þessar blessaðar Evrópureglur. Það voru alls konar stærðarmörk varðandi skila á ársreikningum og sjálfbærniskýrslum og hvað það nú sko. Þá segir embættismannakerfið á Íslandi, nei, við getum ekki miðað við þessar skilgreiningar. Þá er þetta bara 65 fyrirtæki sem þurfa að skila einhverjum upplýsingum, við þurfum að fara með þeirra skildur miklu neðar og jú, þá kemur meira á upplýsingunum en leiði búið að setja á minni fyrirtækin sko skildur sem að keppinu til þeirra í öðrum EES-ríkjum búa ekki við. Nákvæmlega, og þetta var nú raun og veru sko, við ákveðum að við náttúrulega vissum að þessu alltaf, þetta er í 5. skipti sem við gerum þessa skýrslu fyrir Íslandsbanka og við ákveðum núna í ljósi umræðu í samfélaginu og væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við byrja aðildarviðræður að nýju við Evrópusambandið að setja þetta inn í skýrsluna bara og það kemur líka í ljós að Evrópusambandið er búið að útvíkka skilgreinir sína á litlum og meðalstóru fyrirtækjum, þannig að núna eru fyrirtæki með alltaf 750 manns í vinnu njóta þá fríðinda styrkja á þetta innan Evrópusambandsins sem þessi fyrirtæki gerði ekki. Þetta er svona heldust úr lestinni en njóta þess í raun og veru og þetta er hluta til komið út af Draghi-skýrslunni svokölluð samkeppnishæfni í Evrópu. Já. Þarna er þetta líka mikilvægt, ég ætla svo sem ekki að svara því hvað almenningur kýs en þetta er mikilvægt líka fyrir íslensk fyrirtæki að kannski að máta sig innan þessa ramma. Hvernig væri ég í samkeppnisumhverfi með við skilgreiningu Evrópusambandsins og litlum og meðalstórum fyrirtækjum? Ég dett út úr það sem við horfum á Íslandi að vera meðalstórt í lítið fyrirtæki. Og hvaða máli skiptir það? Það getur skipt máli varandi alls konar styrki, samruna viðbrögð, einföldur regluverks, einföldun við skýrslugjöf. Evrópusambandið er að reyna að gera einfaldar ferli varandi skráningu fyrirtækja á markað, til dæmis á First North eða eitthvað slíkt. Þannig að það er ýmislegt sem það gerast í Evrópu, þar sem okkur þótti líka áhugavert að Evrópusambandið er að endurskoða samkeppnisreglur sínar. Þar hafa verið gerð í fortíðinni ákveðið mistök varandi höfnun á samrunum stóra fyrirtækja eða það sem Evrópum er oft kallað National Champions eða svona European Champions, það er stór risafyrirtæki. Það má nefna til dæmis fyrir nokkrum árum síðan stóð til að lestarframleiðandi Alstom myndi saminast lestardeild Siemens. Því var hafnað og ekkert horft út fyrir Evrópu og varðandi þá samkeppnishæfni sem Kínverjar voru að ná í hraðlestum á þessum tíma og Japan heldur einungis horft á Evrópumarkaði. Alstom saminaðist síðar Bombardier í Kanada, það náðist í gegn, en þarna var Evrópusambandið greinilega ekki að huga að þessar alþjóðlegri eða glóbal samkeppni, heldur einungis samkeppni á 400 miljóna manna markaði. Þannig að Evrópusambandið er að endurskoða þetta og þetta verður þá vantanlega fer niður alla línuna og inn í smærri fyrirtæki og vonandi að samkeppniseftirliti hér á landi horfið þá, við vitum að þeir horfa mjög mikið til fordæma í Evrópurétti. Þannig að mögulega eru færri samrunar stoppaðar. Já, það var eins og samrunni hér daginn með Altak, það var stöðvaður. Gunnars majónes sem er ekki með mikla hlutdeild í majónesmarkaði heimsins. Þannig að það þarf að huga kannski einbeita sér þessu 64 fyrirtækjum og þá fjármálafyrirtækjum og vátryggingahöfum. Já. Þannig að þetta er, og það er líka það sem er kannski breyst frá því bara samþætting alþjóðlegra markaða. Ég menn það getur næstuði hver sem verða að panta sér vörur á netinu og fengið þær afhendar hér innan ekki svo margra daga. Það er að segja ef aðfangakeðjur eru haldað, það held ekki COVID til dæmis, en
En ef það er halda þá getur hversu meðlislega panta sér steipustyrktajárn eða eitthvað slíkt eða annað það sem þarf til dæmis húsbygging eða annað slíkt. Þannig að þetta er miklu breiðari markaður, þetta er ekki slókaði markaður eins og var. Já, það er einmitt þetta með það hvað íslensk fyrirtæki er lítil og alþjóðlega vísu. Þetta hefur nú stundum verið notað í umræðum samrunamál og samkeppni að segja að íslensk fyrirtæki séu svo lítil að þau verða að fá að renna saman til að geta keppt alþjóðlega, en hin hliðin á þeim peningi er auðvitað að þá myndast mögulega hætta á að virk samkeppni á innanlandsmarkanum skaðist. Þannig að þetta er einhver svona jafnvægislist og þú segir að það nætti kannski frekar einmitt að horfa á þau fyrirtæki sem að raunverulega teljast stór. Já, svo náttúrulega geta samkeppnisef yfirvöld beitt öðrum tækjum og haft eftirlit með verðlagi og kannað milli landa og komið fyrirspurn til fyrirtækja, haldið þeim á tánum eins og þau hafa oft gert og það er bara það besta mál. Aðstoð til dæmis verkalýðshreyfingarinnar, verðkönnunum og öðru slíku, það er ýmist tæki til þess að og það verðsamaburður með til dæmis innleiðingu gervigreindar orðið miklu auðveldari milli landa heldur en áður. Þannig að þetta er ekki eins mikil handavinna að fara í stóra katalóga eins og hérna í gamla daga. Nei. Núna er staðan til dæmis þannig eftir að samkeppnis undanþágur fyrir afurðastöðvar voru samþykktar að það er rauninni ekkert sem kemur í veg fyrir að til dæmis kjötframleiðendur rinnur saman í einn sem stæði vissulega betur að vígi í einhvers konar alþjóðlegri samkeppni en væri sennilega ekki gott fyrir íslenska neytendur. Nei, og þá náttúrulega kemur annað, þú veist, varandi innflutning á matvælum og hvernig tollaumhverfið er í kringum það. Við erum akkurum Trump mikið en svo verðum við hérna tolla- og vörugjaldskonganir í heiminum. Einmitt. Þú nefndir aðeins opinber starfsmenn og samkeppni minni og meðalstóra fyrirtækja við ríkið bara starfsfólk. Og það er mjög athyglisverðar tölur í skýrslunni. Frá 2008 hefur fólki á vinnumarkaði á Íslandi fjölgað 40.000 og þar að veru 19.000 starfsmenn hins opinbera. Og bara núna á milli árana 2025 og 2026 þá fjölgar starfsfólki hins opinbera 1100. Það gerist á sama tíma og hér situr að völdur ríkisstjórn sem er búin að lýsa því yfir að hún ætla að hagræða ríkisrekstrinum og ætlar að fækka ríkisstarfsmennum 1% á næsta ári. En er ekki alveg deginum ljósar að þetta er ósjálfbær þróun. Það er að segja fyrirtækin standa ekki undir svona miklu meiri hlutfallslegri fjölgun á ríkisstarfsmennum heldur en almenna vinnumarkaði. Þetta er alltaf bæði ríki og sveitafélög. Það er kannski má segja fyrsta tækifæri til hagræðingar í opinberu rekstri og segja hafi komið svona 2014-15 þegar þeir raunveru ferðaþjónustunnar að vaksa, hagkerfið komið í fullan gang. Þið opinbera ákvað í hruninu að venda störf, það er bara vel. Það var líka tækifæri til hagræðingar á þeim tíma. Það verðist ekki hafa verið farið í þá hagræðingu og ekki heldur í COVID-farinu, meðan að fyrirtækinu verður fyrir miklum skelli og þurft að taka til í sínum ranni og rekstri og við sjáum það líka bara að við horfum á þenslaðis opinbera skýrist af COVID og það skýrist af eldsumbrotum á Reykjanesi og kaupum húsnæðis í Grindavík og eitthvað annað sem kemur til. En auðvitað útgjöld ríkisins hafa vaxið verulega og þensla ríkisins hefur verið mjög mikil. Og maður stundum veltið fyrir sér af hverju seðlabankastjóri eða seðlabankin hefur ekkert talað þetta. Það er alltaf verið að berja á atvinnulífinu sem hefur í raun og veru viðskiptahagkerfið og þessi lítla meðalstór fyrirtæki hafa ekkert vaxið mjög mikið að raungildi á undanfarnum árum. Útflutningur hefur farið minnkandi milli ára af vöru og þjónustu. Það skýrist meðal annars út af COVID, það við erum með tölur fyrir 2024. Það skýrist meðal annars út af COVID, það var mikil samdráttur í ferðaþjónustu, svo bilun í, svo eins og núna á þessu ári, síðast ári, það var bilun í álveri Norðuráls, Play fór á höfuðið, PCC, allavega getið hlífa sinni starfsemi, þannig að ýmis áföll gengið á, en það margt jákvætt í hagkerfinu núna, góður loðnuvertíð, fiskverði hámarki, álverði hámarki, mikil fjárfesting í gagnaverum, góð orkusala, þannig að það er ýmislegt sem er jákvætt líka. Þannig að það má ekki gleyma því. Og svo fjárfestingar og Keflavíkurflugvelli bæði með tilliti til ferðaþjónustu og líka náttúrulega bara út af varnartengdum fjárfestingum.
Hefur trúað því að ríkisstjórninni takist að fækka ríkisstarfsmönnum 1% á næsta ári? Já, ef við tökum kannski svona lítilega meðalstór fyrirtæki sem eru með 10 manns í vinnu, ef mann alltaf skerir um 1%, þá er það aldrei erfitt. Jú. Það er eiginlega bara, það er ekki hægt. En þannig að það er alltaf áskoranir í rekstri eins og opinbera og kannski hagkerfið við sáum kannski byggingarinn byrja að hægja á sér. Það er alltaf bara byrjuð að hægja á þeim markaði. Það er hægt aðeins á ferðaþjónustuna. Hún hefur voru náð betri framleiðinni, bæði með tækninýjungum. Þú tjekkar þau sjálfur inn, ekki með síma og svo eru með þess aftur hætti. Það er kannski helsti vöxtur maður sér, það er kannski einhvað í hugverkaðinaði og svo náttúrulega heilbrigðisstarfsfólk til framtíðar vegna öldrun þjóðarinnar. Og það er alltaf ákveðin tækifæri núna fyrir þessa ríkisstjórn því að þjóðin ennþá tiltölulega ung. Það að fara í stórar innviðafjárfestingar meðan við erum með fólk á vinnumarkaði í meira mæli heldur en eldra fólk og hafa það reyndi skatttekjur til þess að og tekjur til að greiða fyrir þá innviði sem við þurfum að fara í. Þannig ég alveg bjartsýnn á þess að ríkisstjórn geta alveg tekist ýmislegt. Og ég hafði miklar væntingar en það eru svona mál sem þið höfðu getað hugsað aðeins betur eins og þetta kílómetragjald. Áður fyrr voru þetta bara 4 aðalar sem voru innheimtir og lögreglan var fyrir utan olíufélögin eða greiddi ekki á réttum tíma skildismanni og núna þetta því einhverjir 300.000 bíleigundur sem eru þetta er bara greiða þannig að hvernig menn leystu þessa og ég hef alveg samúð með fjármálaráðherra varðandi hvernig á að fjármagna innviði, vegi og ýmislegt annað sem hann alltaf benti á. Að nú undanfarið talsvert rætt launastíð á Íslandi og í skýrslunni ykkar kemur fram að laun eru með þeim hæstu í heimi. Launakostnaði fyrirtækja hefur hækkað 43% á föstu verðlagi á 15 árum. Er ekki líka nokkuð ljóst að þetta ósjálfbær þróun sem getur ekki haldið óbreytt áfram? Ég meina, eru launahækkanir alltaf lykillinn að aukinni hagsæld? Nei, því miður en það er náttúrulega ég var alltaf sagt að fagnaðar efni íslensk fyrirtæki séu þau öflug og geti greitt góð laun. Það í raun og veru fagnaðar efni í sjálfu sér. Framleiðinni hefur vaxið mjög mikið á Íslandi. Þessi aukning náttúrulega lýsir sér í raun og veru á endurreisn hagkerfisins frá stóra fjármálaáfallinu, þannig að það er kannski eðlilegt. Það hefur verið skortur á vinnuafli þannig að það hefur verið umfram launaverðbólga. Við birtum líka mynd frá Eurostat eða Evrópsku hagstofunni launakostnaði í hverju landi fyrir sig og hann er hæstur á Íslandi með launatengdum eða 60 eurur á klukkustund. Það tekur þýska meðallaunamannin hálftíma lengur að vinna fyrir sömu launum og Íslendingin. Til þess að við halda slíku launakjörum þá þarf framleiðni að halda áfram að vaxa og það eru náttúrulega ýmis tækifæri eins og við tölum líka í skýrslunni varðandi gervigreind, nýting hennar. Við sjáum þetta hefur gerst í fjármálakerfinu. Það eru fleiri fyrirtæki bæði heima og erlendis sem segja að fækka starfsfólki vegna þess að séu innleiða gervigreind. Frægt dæmi kannski bandaríska fyrirtæki Block sem að Jack Dorsey stofnaði sem er einn af þessum PayPal-drengjum með Musk og Peter Thiel. Hann fækkaði 4.000 manns af 10.000 út af því að gervigreindin eða erindrekar voru komin í staðin fyrir mannfólki. Það er tækifæri til framleiðinaukningar og svo er það allt önnur spurning og tæki fyrir heilan þátt afleiðinga gervigreindar og meira og ýmislegt annað sem er líka byrja að ræða mjög mikið allavega svona síði erlendum miðlum en hafa áhyggjur af því hver fara með allir á borgaralögun, hver á að neyta vörunar sem gervigreindin býr til og svo framvegis. Þannig að það eru tækifæri líka í opinberum rekstri, nýtingu gervigreindar þar og eftir því sem hún þróast og við náttúrulega eigum að Íslendingar hafa alltaf verið gæfur samræð því við erum svo fá, við höfum alltaf þurft að finna bestu lausnirnar vegna þess að við höfum ekki haft hendur til þess að gera hluti. Þar með erum við til dæmis með alls konar fyrirtæki sem eru gervinettur og ferðaþjónustunni sem er að GoTo og fleiri svona fyrirtæki sem er að hámarka tekju ferðaþjónustunnar, auðvelda bókunur fyrir ferðamenn
Það sama gerist í sjávarútveginum eins og við þekkjum söguna varandi DNG, Marel og svo framvegis, þannig að það er að vera til nýsköpun í kringum vegna þess að við þurfum bara að því halda. Já, sko margir tengja sko þessar framfærir í gervigreindinni, sjálfvirknivæðingu og annað fyrst og fremst við stórfyrirtækin. Við sjáum sko, við gerum alltaf kannanir hérna með okkar félagsmanna, með hvað svona brennur á þeim og hvað þeir vilja fræðast og framvegis, og í könnun sem við gerðum núna í janúar var í fyrsta skipti sko rosalegt stökk í áhuga á gervigreind, og við erum búin að halda núna 2 námskeið gervigreind, og það er greinilega margir sem að reka bara lítil fyrirtæki að velta því fyrir sig hvernig þeir geti nýtt hana til að ná niður kostnaði og hérna spara sér einhverja vinnu. Sko, hvaða störf eru það í litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem að gervigreindin væri kannski fyrst til að geta unnið? Það er náttúrulega, í raun og veru kannski getur, ef við horfum til dæmis á bókhald og reikningshald, áætlanagerð, það var ýmislegt hægt að gera með gervigreind þar. Já, við getum tekið til dæmis dæmi hittir mann sem er fyrirtækjarekstri, hann þurfti að taka saman fjárstreymis áætlun fyrir banka, og hann taldi að þetta hefði tekið sér svona 5 daga eða hann þurfti að vinni þessu sjálfur, en með aðstoð gervigreindar tók þetta 1 dag. Þannig að þetta með áskriftar mállíkani, en þannig að maður sér þannig í raun og veru hann er búin að spara sér 4 daga til að gera eitthvað annað, þá getur hann markasett sitt fyrirtæki gert annað, þannig í raun og veru til tekjuaukningar mögulega, eða til að skapa ný viðskiptatækifæri. Þannig að í raun og veru ég horfi ekki endilega, að við horfum ekki endilega á gervigreindina sem sko eitthvað sem að draga úr kostnaði, heldur raun og veru frekar sem tækifæri til þá frekari aukningar tekna, þá sérstaklega fyrirtækja sem eru á útflutningsmarkaði og geta stækka kökuna. Það er ýmislegt þar sem er möguleiki betri fjárstyrking, einfaldari samskipti við viðskiptavin, við þekkjum nú flestir hlustundur þekki það þegar þeir fara að tala við fjármálastofnanir eða eitthvað annað, þá byrst þeim að taka spjall og þeir það mállíkan á bakvið sem svarar svona fyrstu einföldustu spurningunum og svo færðu samband við þá mannesku ef þú getur ekki leyst þessi vandamál með þessum chatbot. Þannig að þetta er þegar bara í okkar daglega lífi. Já, það var líka að taka heilan þátt gervigreindina, sko, eins og þú segir, en hérna tölum aðeins vextina. Sko, ég held að það hafi verið gríðarleg vonbrigði fyrir þá sem er að reka lítil og meðalstór fyrirtæki þegar að vaxtalækkunarferlinu var rauninni snúið við daginn og byrjaði að hækka aftur. Sko, í hinu almennu umræðu svona í fjölmiðlum er fókusun mjög ofta á sko húsnæðislánum heimilana, en þetta er náttúrulega bara mjög mikilvægt atriði fyrir alla sem er að reka minni fyrirtæki og eiga ekki möguleika það til dæmis að fjármagna sig í erlendri mynd. Það er vaxtastíð. Ég meina, hvað þýðir það bara fyrir arðsemi og vaxtar möguleika minni og meðalstóra fyrirtækja sem er að gerast í þeim efnum? Það var áhugavert, við sáum fyrir skatt árið 2024 að menn hafa náð að draga úr þessum fjármagnsgjöldum nettó með árið 2023. Þannig að annarkvort hafa menn náð að selja eignir eða setja meira eigin fé, og það sem náttúrulega verður líka og það verður að hrósa þessum fyrirtækjum, litlu og meðalstóru fyrirtækjum. Menn hafi ekki verið að greiða, þó að sér að vera að tala um að menn sé að greiða sér út arð, þá er þessi fyrirtæki vel fjármagnuð, miklu betur fjármagnuð heldur en fyrir hrun. Menn eru miklu varkárir í rekstri, það vekur líka aðtil að gjaldþrotur eru miklu færri heldur en maður hefði kannski átt vona á meða við. Þannig að fyrirtækin í sjálfu sér eru mjög stöndum. Innlán í bönkunum eru mjög mikil, þannig að fyrirtæki sem er innlán líka, en þannig að alltaf einhverju sem eru skuldsettir og það hefur áhrif á þeirra rekstur. En þau fyrirtæki sem eru allra best sett eru kannski bara með inneignir í bönkum. En svona hefðbundið fyrirtæki lítið og meðalstór er kannski með einhverja yfirdráttarheimild til að greiða virðisaukaskatt eða launatengigjöld, svona sveiflujafnandi, þannig að það er náttúrulega rándýrt fyrir slík fyrirtæki að greiða, tökum bara fyrirtæki sem segjum bara með 10 milljón króna yfirdrátt og 15% vöxtum, þá er það 1,5 milljón á ári ef það rúllar allt árið. Og það er náttúrulega það er stór hluti að hagnaði ársins. Sko, þið ræði nú fjöldan allar á áskorunum í skýrslunni sem við höfum kannski ekki tíma til að fara djúpt í. Þú nefndir minnkandi útflutning,
óvissan í alþjóðaviðskiptum er náttúrulega bara gríðarlega vegna styrjalda og hamagangsins í forseta Bandaríkjanna. Félagsmenn hérna í FA kvarta reglulega undan bara stöðugum hækkunum frá alþjóðlegum byrgjum og svo framvegis. Opinber rálegur og ýmsar atvinnugreinar er að hækka, þróun verðbólgu og vaxta er ekki eins og atvinnulífið vonaðist eftir. Ertu sammála mér að við þessar aðstæður ættu stjórnvöld að leggja ofur áherslu á hlutina sem þau geta sjálf haft stjórn á, sem er ekki svona ytri þættir, eins og til dæmis regluverk fyrirtækjana, skattlagning og annað slíkt. Hvernig er best vegið á móti óvissunni í ytri þáttunum? Ég handlátt að taka til í sin megin garði fyrst, og það náttúrulega það var reyndar í tengslu við þessa skýrslu, fekk ég símtal frá einu ráðuneytinu og þeir vildi einmitt fá líklega að skoða hann í dag til þess að sjá hvort það sé einhver tækifæri, því að ríkisstjórnin er að horfa á hvernig er þetta einfalda hlutinu og vonandi, og ég ætla bara að vonast og bara vona það bara verði raunin og það sé hlusta á fyrirtæki í landinu, því að það er mjög mikilvægt að viðhalda þessi góður rekstur, það er þá góður vinnumarkaður, við sjáum að atvinnuleysi er að vaxa hratt. Hér fyrir helgina voru mikið uppsagnir, ein þeirra tengd gervigreind meira að segja, og ef atvinnuleysi vex mjög hratt þá náttúrulega eykst byrðið á ríkissjóð, eða samt út af greiðslu atvinnuleystrygginga. Það getur líka haft áhrif á eignaverð og fólk lendir þá frekar í greiðsluerfiðleikum. Þannig að það er allt til þess að vinna með fyrirtækjunum og vaksa og auka útflutning, eins og segjum auka tekjur fyrirtækjana, og þá þarf í raun og veru opinber kannski aðeins að gefa eftir og taka til í sínum eigin ranni, og 1% ég veit ekki ef þið opinbera með sveitafélum er umlega 60.000 manns í vinnumarkaði, svona eins og meðalstór fyrirtækið í Evrópu. Ef einhver forstjóri slíks fyrirtæki sem myndi segja við ætlum að skera nú 1% í vinnuafli, ég held að hlutabréfaverðið í því fyrirtæki myndi falla mjög hratt ef það væri erfiðleikum. Það er að koma meira til. En nú er tíminn að sjálfsögðu hlaupið frá okkur, þá er að loka spurning. Ertu bjartsýnn hönd minnið og meðalstóra fyrirtækja? Ég er bjartsýnn vegna þess að það er líka svo ánægulegt að fá tækifæri til að hitta fólk á svona fundi eins og Íslandsbanki tók. Við vonandi förum með kynningu víðar land eða kannski norður í land, en það bara að heyra frá, þú veist, þetta eru menn og konur sem búin að berjast fyrir sínu mjög lengi, stundum gengur vel og þá er þetta að borga sér há laun og einhver sér nýjan bíl, stundum gengur bara illa, menn þurfa að lækka sér á sér launin og reyna að viðhalda að því fyrirtækinu er bara blind og heyrnarlaus skepna. Þú þarft að sjá að feldurinn sé skínandi og þetta gangi allt og skepna sér hraust. Og geti svona, þú ert í raun og veru sem stjórnandi fyrirtækis, ert leiðberandi þegar maður segja þessa dýrs sem er fyrirtækið. Það gerist bara með hæfum stjórnendum, og ég held sem betur fer og all gögn sýna það að eiginfjárstaðan er góð, þannig að það er grunnur til að byggja, en það má náttúrulega ekki gera það verkum að fólk bara gefist upp. Við sjáum til dæmis núna bara nokkur fyrirtæki sem eru eldri stjórnendur, það er Bakari við Breiðholti sem var að hætta, Kjötborgar og frægasta dæmi þar sem þeir voru að hætta rekstri, það var einn Auksal og Laugavegurinn og þú voru að menna að selja bara húsnæði. Þannig að þetta er alltaf fleiri og fleiri fréttir, og þetta rattar í fréttinu, þá er þetta miklu fleiri fyrirtæki. Og þá er spurning, er einhver verðmæti í einhverja þessum fyrirtækjum sem að væri möguleiki fyrir önnur fyrirtæki að taka yfir eða kaupa eða sameinast, án þess að kannski að samkeppnisyfirvöld setji komið vekk fyrir það, en þar með glatast í raun og veru ákveðnir innviðir í fyrirtækjum og jafnvel þekking ef eigandinn bara skettir í lás og selur síðan út með það. Þannig að það þarf að huga þessu, hvernig getum við, og það eru margar hugmyndir upp í Evrópu og víðar, hvernig þeir ætta að ná að tengja eldri kynslóður, yngri kynslóður saman í fyrirtækjarekstri, eða þá sameining eða yfirtaka annarra fyrirtækja á fyrirtækjum. Og við verðum kannski vera að horfa aðeins á, ekki bara að fyrirtækja eigundur séu eitthvað svona, séu eitthvað með samsæri gegn neytendum,
heldur líka stærðin gerir líka verkum þið geta mögulega búið upp á ódýrari vöru. Hagkaupin í Skeifunni þessum vörum náttúrulega besta dæmið þegar Pálmi Hagkaup stofnar það fyrirtæki. Frábært, þakka þér kærlega fyrir komuna í Kaffikrókin, Magnús Árni. Kæra þakkir fyrir mig.